Komið sæl, hér sjáum við fallega gervitólmynd sem var tekin 2:30 í dag. Það víða bjart vestan til á landinu en svona meira skýjað austan til, þá sérstaklega hér á norðausturhorninu þar sem að frekar þungbúið sérstaklega í morgunsárinu en svona lítil úrkoma sem fjall reyndar, mesta úrkoma sem mældist í dag var á Hallormsstað eitthvað 1,5 millimetrar. En það aðeins verið að svo þykna upp hérna á suðausturhorninu og einhverja líkur á smá skúrum þar í kvöld. Sjáum að hafísinn hann heldur sig frá en sést vel á þessari mynd. Og þetta þá staðan á veðrakerfunum, það lagið hér sem að fara yfir Skotland núna, sem að svona dregur hér yfir landið austast svona norðanátt og búið að vera strekkings norðanátt þar en annars hægari vindur á landinu. Það svona myndast hæðasvæði yfir landi núna, nokkuð öflug hæð komin yfir Grænlandi en það verður þá svona frekar svona meinleysislegt veður hjá okkur næsta sólarhringinn, aðgerðalítið veður og ef við hitasviðið þá ekki mikla breytingar þar. Það mildara hér vestan til, heldur svalara hér fyrir austan en annars ætti hitinn að komast í 2 stafa hitatölu víða á landinu á morgun eins og gerði í dag. Hæstu hitatölur voru svona í kringu 13 gráður á nokkrum stöðum í dag. Og við skoðum svo aðeins hérna mengunina, brennslismenguna frá eldstöðvunum, að þá svona erfitt að segja til nákvæmlega hvert hún fer, sérstaklega þegar svona lítill vindur og svo líka hugsanlega hafgóla farin að segja til sín þessa mundir. En það dreifir líkans á Veðurstofunni sem að reiknar þetta út og metur það að þessi svæði sem eru gul, að þar sé svona mesti möguleikinn á að mæla þessa mengun. Og þetta þá sólarhringsspá frá klukkan 18 núna og til 18 annað kvöld. Við sjáum til hvað setur. En við skoðum svo stöðuna núna í kvöld og nótt og í fyrramálið að þá að þykna eins upp líklega þá sunnan og vestan til landinu og hugsanlega einhverju smá súld eða smá skúrir í þessu en annars létt skýjað norðan og víða norðan og austan til landinu. Verður líklega nokkuð svalt svona í morgunsárið, sérstaklega það sem að verður hægur vindur og létt skýjað og máli reikna með einhverju vægu nætufrosti svona í innsveitum allavega. Og svo þegar kemur fram á morgundaginn, við sjáum hér vindasviðið að það bara grænn litur sem þýðir að hægur vindur. Við sjáum að það svona hvessir aðeins hér þar sem bláa liturinn birtist hér nyrst á landinu og svo hérna syðst þar sem að verður svona strekkings norðvestanátt og hún mun svona ágerast svo seinni partinn en fínasta veður, svona vestlægða breytileg átt seinni partinn, skýjað með köflum og svona einhverja líkur á að dropa eitthvað úr skýjunum vestast á landinu, annars fallegt veður og víða hiti í kringu 10 gráður og rúmlega það sem best lætur. En síðan hvessir hér úr norðvestri og verður svona strekkings norðvestanátt hérna annað kvöld og aðra nótt en síðan verður nú frekar meinleysislegt á miðvikudaginn. Það verður norðlægari, hugsanlega áfram strekkings norðanátt allra austast en annars hægari vindur og svona skulum segja bjart með köflum og þurrt að kalla sem nú bara fínt. Og svona þegar kemur fram á fimmtudaginn þá gerist nú ekki mikið, sjáum að það langt á milli þrýstílina, hæglætisveður og á fimmtudaginn að þá svona kannski svolítið erfitt að ráða í hvar verður skýjað og hvar ekki en þá svona líklegast að verði bjartara norðan til á landinu og frekar skýjað sunnan til með smá vætu kannski síðst og hitinn svona aðeins á niðurleið en síðan á föstudaginn að þá verður vaxandi norðaustanátt eins og við sjáum og hvessir til muna og þá erum við að tala strekkings norðaustanátt og að þyknar upp á öllu landinu með vætu þá sérstaklega sunnan til og kannski nyrst á landinu og kólnandi veður. En það fínasta veður næsta sólarhringana og bjart víða á landinu og 2 stafa hitatölur víða. Verið sæl.